Þegar við hófum þetta rebrand á efstu deild þá svona fljótlega kom í ljós og okkur langaði að vera með nýjan verðlaunagrip. Svona okkur langaði eitthvað svona sérkenni á okkar nýja bikar og svona fljótlega sáðu það að okkur langaði alltaf kannski mögulega að endurgera þennan Íslandsbikar sem frá 1912. Það sem að okkar vörumerki að bara mörgu leyti náttúrulega bara tekið út frá þeim bikar. En svona síðan kom Brandenburg með þessa frábæra hugmynd að vera með skjöld sem okkur leist bara mjög vel á frá upphafi. Það var svona fæddist mjög snemma þessi hugmynd með skjöld sko að þetta svona bæði var þetta einhver vísun í einhverja arfleið og eins fannst okkur bara þetta er gaman að hugsa þetta svona bikarsform einhvern veginn öðrum hætti. Og svo líka bara aðgreina bikarkeppni frá deildakeppni. Okkur fannst svona bikarar almennt vera svolítið svona einsleitir og bikarskápar kannski fullir af verðlaunagripi sem erfitt að greina á milli bara í fljótu bragði hvað er hvað sko. Þetta byrjaði að Brandenburg hafði sambandi við okkur og var þá með ákveðið svona konsept í huga. Og þau náttúrulega með þetta merki sem þau hönnuðu fyrir bestu deildina og okkar hlutverk var þá svolítið að yfirfæra það yfir í þrívíðan objekt. Það sem við tókum svona element úr svona merkinu sem er þá vísun í íslenska fálkann og notum það svona til að búa til svona fjaðurham í kringum skjöldin. Þegar það var búið að taka ákvörðun að nota skjöld sem verðlaunagrip þá fórum við að skoða úr hvaða efni við vildum að skjölduna ætti að vera og við vorum mjög hrifnir að nota ál og þá íslenskt ál og höfðum samband við Norðurál sem tók bara frábærlega í hugmyndina og vann þetta mjög náið með okkur í gegnum allt ferlið. Okkur finnst auðvitað mjög skemmtilegt að fá tækifæri til að stíga af íslenskt íþróttalíf og gera þessa fallega skjaldar. Hann er úr áli sem Norðurál framleiðir og markaðssetur undir heitinu Natural. Þetta er grænasta ál í heimi, kolefnissporið innan við fjórðungur af heimsmeðaltalinu og auðvitað gefur það auga leið að við notum bara það besta fyrir okkar besta fólk. Þess að byrjum á að þrýða að prenta mót sem að við svo þurftum að pússa og spasla og gera alls konar við og svo mótum við svo er smíðað annað mót úr sand eða pressað í sand til þess að steypa svo úr áli. Svo voru nokkrar ídranir á því og svo verður þetta náttúrulega álskjöldur sem að við fræsum svo aftan í og pólerum og glerblásum að framan. Það verður á bakliðinni þá er rauninni bara saga sigurvegaranna frá fyrsta degi. Já. Þannig að fyrsti sigurvegarinn var Fótboltafélag Reykjavíkur sem breyttist síðan í KR en það er 1912. Já. Og svo bara til dagsins í dag og fram til 2011, það er 2111. 2111, sennilega við missum sennilega að þeim úrslitaleik sko. Já. Við vildum að medalían væri bara nákvæmlega eins og skjöldurinn, þannig að leikmenn gætu átt bara svona míní útgáfu af skildinum og það er ekkert launungumál að við erum auðvitað bara að elta deildir eins og Þýskaland og Holland sem eru að veita skjöld og eru þá líka með svona míní útgáfu af skildinum. Fyrsti bikarinn, hann er í rauninni búinn sérstaklega til fyrir deildina svo einhvern veginn, á einhvern tímapunkti er hann bara búið að fylla hann sko og þá koma einhverju nýju bikarar þannig að það var einhvern veginn mega fullkomið sem þetta væri í rauninni svona bara framhald af fyrsta bikarnum sko og við vildum svolítið svona halda einhvern veginn í bara í söguna sko.